En við byrjum á fréttum dagsins og það Karl Héðinn. Hvað þetta? Það töluvert meira frétta í dag en í gær. Það var að koma út ný skýrsla frá Seðlabankanum svona stöðu fjármála á Íslandi og hún segir að afborganir af 100 milljarða nýrra fasteignalána muni vera vextinni vera endurskoðaðir, þannig að það séð fram á að afborganir af þessum húsnæðislánum muni hækka alveg einhver óverðtryggðu lánin sem koma til endurskoðunar. Þau eru með bundna vexti, þau eru bara bundnir í 3 eða 5 ár og það koma mörg 100 milljarðar verður endursetti skattanir á það mjög fljótlega. Maður vonar að það verði ekki of íþyngjandi fyrir heimilin í landinu. Það lítur þannig út. Það verið að hækka vexti og þá hækka vexti meira og óverðtryggðu vextir og óverðtryggðu bréfum elta verðbólguna. Banki vill ekki tapa peningum. Þið getið lesið nánar þetta á samstöðinni.is. Svo var ríkisstjórn Johns Gahr Støre. Má ég bæta einu sem ég lasa því ég var svona að renna yfir þetta og eins og seðlabankastjóri að verið í öðru fréttu núna að segja að þetta sýnir hvað Ísland stendur vel og allt heimilin skulda lítið og það hagvöxtur og lítið atvinnuleysi og Íslendingar eiga mikið í útlöndum og horfir bara ágætlega hérna þótt að séu ákveðnar áhyggjur í útlöndum. Þá alls konar svona hlutir í þessu að því að það svona flogið yfir hagkerfið og meðal annars kemur þarna fram að eftir innrás Pútín í Úkraínu að þá hefur fiskverð hækkað 21% sem að færir á svona ársgrundvelli færir útgerðinni líklega svona 37 milljarða eða eitthvað og svo hefur álverð hækkað 61% og það eru gríðarlegir peningar og þetta eru atvinnugreinar sem að lifa raunverulega og vaxa og dafna á auðlundum annars vegar almennings, annars vegar í sjónum og hins vegar í fallvötnum og hver. Orkuframleiðslan okkar. Já, og eitthvað kemur bara eitthvað sára lítið kemur til endurskoðunar á veiðigjöldum á næstu árum vegna þess að það aðeins meiri hagnaður. Pínulítið bara brota þessu sem að þarna og enn minna út af bættri stöðu stóriðunar. Þá hækkar lítillega eða umtalsvert reyndar raforkukostnaðurinn sem Landsvirkjun fær en þó að það sé mikið fyrir Landsvirkjun þá það bara lítill hluti af þessum gríðarlega bætta hag sem álverin fá. Verðmæta aukningu sem að verða hérna. Þetta 180 milljarðar á ársgrundvelli sem að hækkun á verði áls og fisks gefur í útlöndum. Sumt að þið kemur aldrei til Íslands, margt að þið kemur aldrei til Íslands. Megnið kemur aldrei til Íslands. Já, ég veist næstu að segja það. Ekki alveg? Já, ég veist næstu að segja það. Einmitt. En í öðrum fréttum að þá í Noregi hefur ríkisstjórn Jonas Gahr Støre boðað 40% auðlindaskatt á fiskeldi og það á að leggja stofan á tekjuskatt fiskeldis fyrirtækjana. Fyrirtækjaskatturinn í Noregi 22%. En eftir breytingunum þurfa fiskeldis fyrirtæki að borga 62% tekjuskatt þegar þú tekur það saman. Þetta sama system og í Namibíu. Þegar Namibíu máli var að þá skoði ég skattkerfið þar. Þeir eru með þetta þeir eru með fyrirtækjaskatt, ég held að svona herrið þetta, ég held að sé 32% ekkurlaus í Namibíu fyrir svona venjuleg fyrirtæki. En ef að þú ert að nýta auðlindir, eins og námur og svona, þá ert að borga, mann ekki hvað það var 37,5%. Og svo ef þú ert í einhverju nýta samílar auðlindir almennings meira, þá hækkar það eitthvað meira og ég held að toppur séu demantsnámunar, að þá tekjuskatturinn komin upp í 55%. Þannig að mér finnst gaman að sjá þetta að Noregur að fara namibísku leiðina, kannski kemst það inn í umræðina hérna á Íslandi að við förum namibísku leiðina, verði sérstakur skattur á útgerðir, sérstakur skattur á stóriðju. Settu eitthvað skattur á fiskeldið sem að nýtir firði og flóa. Það engar svona fyrirætlanir í gangi á Íslandi núna þegar verðmæta aukningin svona mikil. Já, það. Það svolítið verið að tala svona vindfólksskatt og þá stundum talað útgerðina, stundum bankana sem náttúrulega fara að græða mikið út af eitthvað skatta. En ég man ekki eftir því í sambandi við fiskeldið og því miður orkuskattur var settur á eftir hrun. En hann bara fjarað út. Já, ekki endur nýjaður, ekki viðhaldinn. Nei, það settur tímabundið og svo kom ríkisstjórn Sigmundar Davíðs og Bjarna og fjarað út og sagði bara, já, vinstristjórnin hafði hann bara svona stutt.
Það er svoleiðis. En ekki búin að fréttin þeirra? Nei, það er stóra tíðindir ennþá áfram frá Englandi og við erum með Guðmund Auðuns en það er svona stóri verðbréfasjóðir hafa verið að græða alveg gríðarlega mikið núna á falli pundsins þegar hafa verið að veðja gegn því og eru ekki með línurit sem sagt gengi pundsins nokkra áratugi aftur. Nei, vantaði okkur. Það fáið bara einn Guðmund Auðuns. Þá voru menn að veðja á móti pundinu, svipað og Soros gerði 91 og svipað og margir Íslendingar gerðu þegar hrunið kom í Íslandi, að þá sluppu margir eignamenn, auðmenn, vel vegna þess að þeir veðjuðu á móti krónunni og þeir sem að sátu uppi með fallið voru lífeyrissjóðnir sem að töpuðu, ég man ekki hvað þessi á núvirði, 650 milljarðar, því að þeir veðjuðu ekki á móti krónunni. En það voru margir sem að sluppa því. En Guðmundur Auðunsson er með okkur. Það er allt, myndum við að segja, bara brjálað í Bretlandi núna. Já, það er með ólíkindum hvað ríkisstjórnin er gersamlega, má segja, incompetence, sem að sletti nú aðeins á ensku Þeim hefur tekist, það hafa verið þetta veðurbrigði í lofti sem að tengjast mörgu eins og eftirleifu kynntum frá COVID og Úkraínustríði sem hafa þrýst upp verðbólgu og ríkisstjórnin hún ætlaði sér að endurræsa efnahagskerfið með svona thatcherískum trúarbrögðum. Það er að stórlækka skatta á hátekjufólk og fyrirtæki og fyrst og fremst án þess að koma með neinar niðurskurði á móti og þetta á verðbólgutímum sem þykir nú ekki sniðugt vegna þess að það er hægt að hugsanlega hleypa upp ná ákveðnum leyti hagvexti með því að hleypa verðbólgunni aðeins af stað en þegar þú ert í mikilli verðbólgu þá gengur það auðvitað ekki og markaðurinn er gersamlega búin að bregðast við þessu. Markaðurinn er búin að fatta það að brauðmálakenningin sem þetta byggist á, það er að segja með því að lækka skatta og endar með að fá hærri skattatekjur. Markaðurinn er búin að fatta það fyrir löngu síðan að þetta er bara þvæla vegna þess að allar empirískar kannanir á þessu hafa sýnt fram á það að svo er ekki. Þannig að markaðurinn sá fram á að ætti að reka ríkissjóð með gífurlegum halla og lækka skatta á hátekjufólkið, fyrst og fremst sem enginn var að biðja Það fáránlega hegið þessu, það var enginn að biðja þetta, ekki nema þetta sé ákveðin trúarbrögð frá Kvarteng, fjármálaráðherra og Liz Truss, forsætisráðherra. Það er náttúrulega fólki sem kaus Liz Truss hafi beðið þetta. Hún vann eiginlega leiðtogakjörið út á þetta. Þannig það er eitthvað smá 150.000 manns djúpt inn í íhaldsflokknum sem baði þetta, en engin annar í heiminum. Ekki einu sinni fyrir dómkirkjur, nýfrjálsvíkjurnar eins og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn eða Moody's, hlutabréfaeigendur, allir bara hafna þessu. Já, einmitt, og það sem það voru reyndar bara 80.000 manns aðalega söður Englandi í Shires eins og þeir kallaði söðaustur Englandi sem að kusu Liz Truss fyrst og fremst, þar eru flestir og þetta var aðalega fólk yfir 65 ára aldri og virðist lifa í einhverjum allt öðrum heimi. En það sem að gerðist er það að markaðurinn kippti fótunum, gerðsanlega undan þessu. Það eru á markaði og eru búin að vera á nýfrjálshyggjutímanum, eru gífurlega stórir vogunarsjóðir sem að fatta það að þetta muni leiða til þess að pundið hrynji, eða pundið detti niður og þannig að þeir fara að veðja á móti pundinu. Og það þýðir það auðvitað, það skapa panik í markaðnum og ákveðnu leyti eins og gerðist á íslenska hlutabréfamarkaðnum, þá vefur þetta ofan á sig. Leið og pundi fyrir að hrynja, þá eru þeir sem eru svona háðir pundinu, fara að selja og fara að panikera. Ríkisskuldabréf, ávöxtunarkröfur og ríkisskuldabréf ruku bara öllu valdi. Og þetta leiddi til þess
að auðvitað snarhækka allar öll húsnæðislán eins og hefur gerst á Íslandi. Það þarf ekki einu sinni Seðlabankann til þess að hækka. Seðlabankinn ekki ennþá búin að hækka, vextirnir ekki nema 2,25 en markaðurinn búin að búa til í raun og veru nýja vaxtastig áður en Seðlabankinn grípur inn í. Þannig að það engin lán til húsnæðiskaupa. Taka sér dæmi, ég sá viðtal við mann sem að keypti húsnæði fyrir nokkrum árum og á 2,5% vöxtum til 5 ára og hann sér fram á það að vaxtakjörin afborganir hans á mánuði eftir að aukast 70% bara á allra næstu dögum. Þannig að þetta það sem að gerast á húsnæðismarkaðinu. Á sama tíma nýfrjálshyggju trúboðarnir í alþjóðagjaldeyrissjóðnum að þeir eru farnir að skamma Bretland og þeir skamma venjulega ekki lönd nema þykir mikið til og það helst þriðjuheimslönd sem að þeir hafa verið að skamma og allt þetta kemur af svona hroka sínum verðum við að segja þeir náttúrulega skamma þriðjuheiminn bara hroka sínum að þeir telja sig verið upp yfir hafinn en núna skammaði Breta. Nú skammaði Breta og þeir eru raun og veru bara skammað þá fyrir incompetency eins og þeir segja, hversu lélegir stjórnmálamenn séu við völd í Bretlandi og markaðurinn gerir það sama þannig að það allt að fara til andskotans, lífeyrissjóðirnir voru ramba á barmi gjaldþrots og það var margir sem fattuðu ekki hvers vegna það var að gerast en lífeyrissjóðir þurfa að hafa töluvert mikið af fjármagni sem er eins og þeir kalla liquid. Man ekki hvað íslenska orðið það segir að auðvelt að innleysa það vegna þeir eru alltaf að borga út lífeyri og stór hluti og þau þurfa líka að vera með tiltölulega tryggar fjárfestingar og svo stór hluti af lífeyrissjóðunum voru með mikið bundið í ríkisskuldabréfunum en ríkisskuldabréfin hafa nú hrunið eða það er að segja ávöxtunarkröfurnar á ríkisskuldabréfin hafa stóraukist, það þýðir það að ríkisskuldabréfin sem þeir eiga sjóðirnir, þeir eru að selja þau með töluverðum afslætti til þess að losa fjármagn og það þýddi það að voru margir af lífeyrissjóðunum var að ramba bara mjög gjaldþrots. Nú er Seðlabankinn reynt að grípa inn í og það mjög óvenjulegt að Seðlabankinn grípi svona inn í, venjulega það gert bara þegar það eru utanaðkomandi sjokk sem að kemur á kerfið og þetta í fyrsta skipti allavega í manna minnum sem mann muna eftir að Seðlabankinn hafi gripið inn í vegna óstjórnar fjármálaráðuneytisins í landinu. Það verður engin forsætisráðherra að byrja að nýtla og Liz Truss, er það? Nei, ég held að henni hefur tekist að ekki bara að rústa mannorði eða rústa ríkisstjórninni. Íhaldsflokkurinn hefur verið mátt að vera óvinsællir undir Boris Johnson en á þessum örfáðum dögum hafa henni tekist að venjulega fá nýjir formenn það sem kallað Hveitibrauðsdagar heitir það. Hveitibrauðsdaga en henni hefur tekist að rústa því gersamlega út af þessu bara efnaðs óstjórn sem byggir allt á nýfrjálshyggju trúarbrögðum sem að meira að segja hægri menn eru hættir að trúa á í dag. Herðu, Guðmundur, við þökkum þér fyrir að líta hérna við ef að fer sem horfir að þá verður þú að vera hér fastagestur hjá okkur það er Það eru augu allra eru á Bretlandi þessa dagana. Það verður það, ég fylgist með og það er alltaf gaman að koma inn í þáttinn og ég vona að þetta hafi svona gefið ykkur aðeins meiri innsýn hvað er að gerast hér. En allt er að gerast núna bara, þannig að það getur verið allt orðið breytt á morgun. Þegar hversu slæmt þetta verður, það veit enginn. Sjáum til, takk hérlega. Takk Guðmundur. Já, svo eru verkföll boðuð á morgun í Frakklandi. Það eru nokkur verkefnisfélög sem eru að boða til þess. Lestakerfi, skólar, mögulega heilbrigðisstofnanir og aðrar almennastofnanir munu liggja niðri. Lífskjara kreppunni. Já, það eru fyrirhugaðar breytingar á lífeyriskerfinu. Og þau eru líka sem sagt að boða til aðgerða til að styðja við og tala fyrir hækkun launa. Og gegn einmitt að það sé verið að breyta þessum lífeyriskerfisbreytingum sem er verið að boða. En aðra fréttir frá Evrópu áfram að Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands, er að skora á Evrópusambandið að halda atkvæðagreiðslu
í öllu Evrópusambandinu hvort að halda áfram þessum viðskiptaþvingunum á Rússland og hann segir að þvinganirnar séu að býta verr á Evrópu en þær eru að býta á Rússland. Á sama tíma og Brussel að hvetja til þess að vera hertar. Já, eftir þessa mögulega árás á Nord Stream pípunar. Það eru forðanlegt að sjá hvort að Meloni á Ítalíu taki undir með Orbán, þau eru nú skoðan að systkinu margt. Já, svo sannarlega. En það einmitt spurning núna, þó að viðskiptaþvinganirnar myndu hætta, þá verður kannski ekki hægt að halda áfram viðskiptum með það sem skiptir Evrópu mestu máli sem náttúrulega gasið. Eftir að byrja að leggja. Já, akkurat. En ef við færum okkur yfir til Íslands, þá heldur verð hlutabréfa áfram að lækka. Já, þetta bara rauður september. Rauður september. Það fellur 13%. Það sem er svo frá 12. september held ég að þeirra var hæðst og þá var Ísland skráð sem annarsflokks nýmarkaðsríki og átti að hækka markaðinn en hann hrundi. Það hefur gert akkurat öfugt og bara í þessari viku hefur verðmæti félagi Kauphallinni lækkað 91,7 milljarða króna. Já. Alveg gríðarleg lækkun. 300 milljarða í allt. Já. Það er allir hlutabréfamarkaðir að falla. Dow Jones að falla 10% á sama tíma og DAX í Þýskalandi 10%. Þetta svipafall og í Bretlandi sem að komum var að lýsa, þar allt upp í loft. En íslenski markaðurinn að falla viðlíka og svo breski. Við getum kannski huggað okkur aðeins við það að við erum ekki eini í þessari súpu. Nei, en þar talað efnaðs bara hörmungar. Það er allt logandi. Já, það er í harðan vetur. Já, eitt annað, að Píratar hafa verið að tala og leggja til að þetta fella niður námslán á Íslandi. Já. Svona smá, kannski innfluttar hugmyndir frá Bandaríkjunum. Það var í kosningastefnu Bernie Sanders, sem Biden tók upp, og eitthvað, hann hlutaði í gegn, lætti því inn með einhverju frumvarpi í baráttu gegn verðbólgu, að þá voru fellda niður námslánaskuldir. Já, þó hann hafi lofað að hann ætlaði að fella þær allar niður. Það eru til hópar á Facebook sem eru lántakendur hjá LÍN, sem kvarta mikið yfir LÍN, sem ekki vinsælstofnun, það verður að segjast. Nei. Og ég hef verið að senda svona inn hvort að séu þessu kröfur uppi að fella niður námslán. Því að ég man einhvern tíma þá var ég að lesa breska grein þetta og þar var talað að Bretar ættu að taka þetta upp frá Bandaríkjamönnum, það sama. Og þá var verið að tala hverju skuldir námsmanni í Bretlandi væru og þær voru þar var meðal námsmaðurinn sem að vildi að verið fellda niður, skuldaði svona 2 milljónir og ég veit að það eru margir sem eru að hlusta okkur núna sem að skulda miklu meira heldur 2 milljónir í námslán. Þannig ég held að skuldir Íslendinga þegar þeir komu úr námi séu mun hærri heldur en til dæmis í Bretlandi, þar sem eru alvarlega verið að tala að fella niður námslán. Vá, það er rosalegt. Já, þannig að ef einhver er þarna úti sem að skulda mikið í námslán og vil koma hingað til okkar að tala kröfun það að námslánin verið felld niður, að þá er bara velkomið að koma hingað. Við erum búin með fréttir dagsins. Já. En við erum samt ekki alveg búin með fréttirnar því að hér rétt á eftir koma femínískar fréttir.